Difficult game tomorrow against Fylkir. It is, yes. It's been a while since we've had a win, you know, but the spirits are still high amongst the players, and we're very much looking forward to the game. How did it come about that you came to Thor in Akureyri? It was just through my agent, really. He called me and he asked me if I would like to come up and have a look, you know, and after speaking with Pally, I decided, you know, it was an opportunity for me, so I came up and I haven't looked back since. And then the classical question, how do you like Iceland? On Sunday, you know, I got to see some different parts of the country. I've only been able to see, you know, Reykjavik and Akureyri, and I got to see some beautiful parts of the country, and I think it's a very nice place, yeah. In last two rounds, the league is getting more difficult. We are in the bottom half of the league. What do you think will be the turnout for Thor? I speak with my friend who plays at Fram, you know, and you know, he says they're on a high and they're coming up, you know. But I think, you know, first and foremost we have to take each game as it comes, one game at a time, and approach each game with the same attitude that we can go out and win the game, you know. And I fully believe that we will win tomorrow and that the team will stay in this division. The support tomorrow from fans, will it be a crucial factor? Of course, you know, since I've came here the fans have been fantastic, and once again I hope they come and they support us and get behind us, as it's much appreciated. Ja, það Fylkir á morgun, erfiður leikur. Já, þetta alltaf erfiður leikir sko. Þannig að við erum alltaf spilað með þarna fyrir sunnan og það var hörkuleikur og þannig ég á bara vonað að vera aftur hörkuleikur á morgun. Þú náður að setja mark á þá í fyrirumfyrinni, sjáum við mark á frá þér á morgun? Já, mjög líklegt. Það mjög líklegt. Hvernig svona andrúmsloftið í hópnum? Svona deildin búin að opnast all hressilega svona upp á síkasti? Já, við náttúrulega höfum svolítið verið að hleypa liðunum svona upp á okkur. Við vorum svona, einhver mynd segja kannski við höfum toppað þarna í kringum bikarúrslitin að höfum ekkert verið að vinna neitt rosalega mikið síðan sko. En mér fannst samt þessi IBF-leikur núna síðustu helgi vera svona upplyfting frá síðustu leikjum og þannig ég hef sjálfsög engar áhyggjur af þessu og við erum ekkert orðnir eitthvað stressaðir eða eitthvað svoleiðis sko. Það nóg stig pottinum og við vitum það alveg jafn mörg stig í pottinum í raun og fyrir hinn liðin og ég held að við bara siglum þessu heim og erum ekkert að gera menn stressað. Það skiptir miklu máli að við sem að fá gríðarlegan stuðning á morgun frá áhorfendum. Já, það er náttúrulega búin að vera frábær stuðningur hérna, sérstaklega hérna heima í allt sumar og ég bara rekna með að verði svolítið svo morgun, hann er mikið undir fyrir liðið og klúbbinn og svolítið, þannig ég bara rekna með að verði mikil stuðningur og mikil stemming. Takk hérlega. Takk fyrir.